Meginástæða fyrir falli bankanna telur rannsóknarnefnd vera meðal annars að rannsóknarnefndir telur að efnahagur og útlán bankanna hafi vaxið fram úr innviðum bankanna sjálfra. Meginorsök falls bankanna var vöxtur þeirra og stærð þeirra við fall. Stóru bankarnir 20-földuðust að stærð á 7 árum. Mestur var vöxturinn árið 2004 og 2005. Hröð sóknin á nýju markaði var áhættusöm. Utanumhald og eftirlit með útlánum fylgdi ekki útlánavextinum. Gæði útlánasambandsins minnkaði verulega við þessar aðstæður. Þannig samræmdist vöxturinn ekki langtíma rekstri á traustum bönkum. Það voru sterkir hvatar einnig innan bankana til þess að vaxa. Og eins og þið sjáið á þessari mynd, þá var vöxturinn mikið til í lán til eignarhaldsfélaga og lán til erlendra aðila. Eigin meginforsenda vaxtarins var aðgangur að erlendu fjármagnsmörkuðum. Árinu 2005 sóttu bankarnir 3 14 milljarða evra á erlenda skuldabréfamarkaði. Það var rétt rúmlega landsframleiðsla þess árs. Mest voru þessi skuldabréf gefin út til 3-5 ára og þarna myndaðist mikið endurfjármögnunar áhætta þar af leiðandi. Árið 2006 lokuðust fjármálamarkaðirnir tímabundið í hinni svokölluðu mínikrísu. Erlend innlán og skammtíma veðlán urðu þá uppspretta fjármagns fyrir bankana 3. Og þá sérstaklega þegar það fór að þrengja enn frekar að haustið og sumar og haustið árið 2007. Skammtíma fjármögnun sem var næm fyrir markaðsaðstæðum var því uppspretta fjármagns fyrir bankana. Greiðslubyrðin á skuldabréfum sem lá fyrir við fall bankana var mikil. Fyrstu 6 mánuði eftir yfirtöku Glitnis voru tæpir 4 milljarðar evra á gjalddaga hjá stóru bönkunum 3. Til samanburðar má nefna að gjaldeyrisvaraforði Seðlabankans á þessu tíma voru 2,5 milljarðar evra. Greiðslubyrði veðlána sem almennt eru til viku til 6 mánaða var rúmlega 9 milljarðir evra. Og þið sjáu hérna greiðslubyrðirnar greiðslurnar á hverju mánuði eins og það litu út við fall bankana. Og mér langar þá sérstaklega að benda á síðustu áramót. Þar sem að 5 milljarðar evra voru á gjalddaga á 3 mánuðum. Vöxtur banka og trúverðugleiki nokkuð sem mikilvægt. Önnur lönd sem eru með stór bankakerfi hafa ólíkt Íslandi haft eftirlit með stórum alþjóðlegum bönkum í mörg ár. Orðstír þeirra til margra ára varðandi eftirlit byggt á varúðarreglum gat því vegið upp á móti vanmætti þeirra til að vera fyllilega traust vernd sem lánveitendum til þrautavara. Að minnsta kosti í einhverju mæli. Fjármálaeftirlitið var almennt undirmannað hjá okkur og einnig skorti á reynt starfsfólk. Einnig kemur fram að fjármálaeftirlitið beitti ekki þeim heimildum sem það hafði. Seðlabanki Íslands var með lítinn gjaldeyrisvaraforða miðað við stærð bankana og skammtímaskuldir þjóðarinnar. Skammtímaskuldir þjóðarbúsins voru orðnar 15 sinnum gjaldeyrisvaraforði Seðlabanka Íslands og með skammtímaskuldum þjóðarinnar á ég við skuldir sem eru á gjalddaga innan 12 mánaða. Og skerti þetta sjálfsögðu á trúverðugleika kerfisins. Innlán kerfisins í erlendu gjaldmiðlum var orðið 6-falt á við gjaldeyrisvaraforðann og þurfti því lítið áhlaup til þess að við gætum ekki staðið á bak við þessa banka. Innistæðutryggingarsjóður var líka með of lítið fjármagn miðað við mögulegar skuldbindingar. Minnkaði þetta einnig verulega trúverðugleika kerfisins. Allir þessi þættir juku líkurnar á áhlaupi á bankann okkar. Bæði á áhlaup á innlán en einnig á fjármögnun sem eins og ég kom fram áður voru orðin veðlán mikið. Áhlaup hófst af fullum þunga í mars 2008 en því var hrundið þá. Rannsóknarnefndin telur að eigendur allra stóru bankana 3 og einnig eigendur Straums Burðaráss hafi fengið óeðlilega greiðan aðgang að lánsfé hjá þessum bönkum. Að því virðist í krafti eignarhaldsins. Stærstu áhættuskuldbindingar Glitnis, Kaupþings, Landsbanka og einnig Straums Burðaráss voru helstu eigendur bankana.
Þetta vekur að sjálfsögðu spurningar hvort lánveitingar séu ákveðnar á viðskiptalegum forsendum. Rekstur bankanna einkenndist margt af því að hámarka hag stærri hluthafa sem héldu stjórnartaumanna á sama tíma. Fremur en að reka traustan banka með hagsmuni allra hluthafa að leiðarljósi og sína tilhlýðilega ábyrgð gagnvart kröfuhöfum. Síðla árs 2007 og árinu 2008 fór að þrengja að bönkunum og þá virðast mörkin milli hagsmuna bankana og hagsmuna stærsta hluthafana þeirra oft hafa verið óskýr og bankarnir lagt meira í það að styðja við eigendur sína en eðlilegt getur talist. Síðla árs 2007 og árinu 2008 fór að þrengja að bönkunum. Rannsóknir og fjárfesting í peningamarkaðssjóðum sýna einnig að peningamarkaðssjóðir sem voru reknir af rekstrarfélögum í eigu stóru bankanna þriggja fjárfestu miklu leyti í verðbréfum sem voru tengd eigendum bankanna. Vandséð að tilviljun ein hafi ráðið þar fjárfestingarákvarðanir. Hér sjáið þið 10 stærstu skuldbindingar Glitnisbanka. Jafnframt til hliðar mynd af þróun skulda hjá Baugi Group HF eins og við tengjum þann hóp saman. Eins og þið sjáið á lánabókinni hjá Glitnir þá var Baugur og Landik og FL Group ekki tengd á þetta. Við erum búin að tengja það þarna í grafinu. Það má sjá mikla breytingu á hvernig lánin til þessar hóps breytast þegar eignarhald og breytist á bankanum mitt ár 2007. Skuldbindingar bankans voru orðnar 80% af eiginfjárgrunn bankans til Baugs. Hérna fonds og það má einnig sjá nokkrar breytingar á skuldum fonds þegar eignarhald bankans breytist. Hérna sjáið þið lánabók Kaupþingsbanka. Annars vegar hvernig hún kemur frá þeim með tengingu þeirra hópa og hins vegar til hliðar mynd af því hvernig við tengjum hópana saman. Robert Jenkins og tengd félögur þar efst eins og alþjóð veit. Exista var líka með mikið af lánum hjá Kaupþingsbanka. Og þið sjáið að það var ansi hátt sem hlutfall af eigin fé en það sést á hægri ás myndarinnar. Robert Jenkins skuldir hans hlóðust upp á loka árinu eins og sést. Landsbanki Íslands, sjáið aftur lánabók Landsbanki Íslands. Og eins og í hinum bönkunum þá eru eigendur ofarlega eða efstir. Björgúlfur Thor Björgúlfsson var með mikið af lánum þarna og sérstaklega í tengsl við Actavis félagið sitt. Og Björgúlfur Guðmundsson einnig. Straumur Burðarás svipaður, þar sem Eimskipafélagið kemur númer 2, Björgúlfur Thor númer 3 og Björgúlfur Guðmundsson númer 6 á lista. Rannsóknarnefnd Alþingis telur að samþjöppun áhættu í íslensku bönkunum hafi verið orðin hættulega mikil, þó nokkuð fyrir fall þeirra. Af þeim sökum var kerfislega áhætta vegna átlana orðin veruleg. Baugur Group, Exista, Björgúlfur Thor, Björgúlfur Guðmunds, Ólafur Ólafs, Milestone, svo nokkur dæmi séu nefnd. Á þessum myndum sjáum við skuldbindingar allra þriggja stóru bankana við þessa aðila. Í öllum bönkunum virðist lausnin á þessum vanda hafa miðast að því að rökstyðja fyrir eftirlitsaðilanum að ekki væri mikla samþjöppun áhættu að ræða, fremur en að horfa til raunverulegar áhættu og reyna að draga úr henni á einhvern hátt. Víkum málinu að eigin fé bankana. Bankarnir báru umtalsverða áhættu vegna eigin hlutabréfa. Eigið fé á að vera vörn félaga gegn útlánatappi. En hér voru bein lán með veðum í eigin bréfum og engu öðru.
eða sem jafngilt gerði framvirkir samningar hlutabréf bankana. Því teljum við að eiginfjárhlutföllin endurspegluðu ekki raunverulegan styrk bankana né fjármálakerfisins í heild til að þola áföll. Bankarnir 3 fjármögnuðu sjálfur samtals 300 milljarða króna af eigin hlutafé mitt ár 2008. Í skýrslunni þá köllum við þetta veikt eigið fé. Á sama tíma var eiginfjárgrunnur bankanna samtals 1200 milljarðar, rétt tæpir. Þannig var veikt eigið fé rúmlega 25% á eiginfjárgrunni bankanna mitt ár 2008. Ef krossfjármögnun talin með, þá á ég við fjármögnun eins banka á hlutabréfum annars banka, þá nam þetta 400 milljörðum króna. Og þegar litið framhjá þeim þætti sem eru langtíma víkjandi lán í eiginfjárgrunni bankana, þá var þetta í raun 70% af grunnþætti eiginfjárgrunnsins. Eins og sést hér á töflunni. Rannsóknarnefnd Alþingis telur að fjármögnun eigin fjár í íslensku bankakerfinu hafi að svo stórum hluta verið byggt á lánsfé úr kerfinu sjálfu að stöðugleika þess var ógnað. Ofmetið eigið fé banka eykur getur hans til vaxtar. Geta banka til að takast á við áföll minnkar hins vegar leið. Þetta eykur áhættuna á gjaldþroti. Ef kerfislega mikilvægan banka að ræða, eins og raunin var hér á Íslandi með alla bankana 3, verður kostnaðurinn fyrir þjóðfélagið í heild einnig verulegur, eins og raun ber vitni. Það því niðurstaða rannsóknarnefndar Alþingis að veigamikil rök leiði til þeirra niðurstöðu að draga hefði átt lán sem einvörðuð eru tryggð með veði í eigin hlutabréfum frá eigin fé fjármálafyrirtækisins. Hið sama gildir hluti sem voru að formi til skráður eigu þriðja aðila en fyrir reikning viðkomandi fjármálafyrirtækis sem við sáum nokkuð mikið Þarna fenguðu helstu ástæðurnar. Vöxtur bankana, eigendur bankana, samþjöppun áhættu og veikt eigið fé. En umhverfið var gott til vaxtar. Hagstjórnin átti að minnstakosti frá því árinu 2004 þátt í því að ýkja hið efnahagslega ójafnvægi sem leiddi til hrunsins. Alþjóðlegt umhverfi einkenndist af þenslu, auknu ójafnvægi, lágum vöxtum og lausafjárgnótt. Að mati rannsóknarnefndar var hvorki með aðgerðum í ríkisfjármálum né peningastefnu brugðist á fullnægjandi hátt við hagsveiflum, ofþenslu og vaxandi ójafnvægi í hagkerfinu. Umfangsmiklar stóriðjuframkvæmdir hér á landi kölluðu á viðbrögð þar sem gripið yrði til aðgerða sem myndu skapa rými fyrir framkvæmdir í hagkerfinu. Ráðstafanir hins opinbera í efnahagsmálum í þeirri uppsveiflu sem varð í aðdraganda falls bankanna var til þess að auka á þensluna, þvert á móti. Þegar efnahagsstjórn hefði átt að miða að því að draga úr þenslu. Stjórnvöld ákváðu að lækka skatta á þenslutímum og það var gert í trássi við ráðleggingar sérfræðinga og jafnvel gegn betri vitund þeirra ráðamanna sem ákvarðanirnar tóku. Breytingar á útlánareglum Íbúðalánasjóðs voru með stærri hagstjórnarmistökum í aðdraganda falli bankana. Þau mistök voru gerð með fullri vitund líklegar afleiðingar aðgerðanna. Áhrif þeirra urðu enn meiri í alþjóðlegu lágvaxtar umhverfi sem varð á þessum tíma. Rannsóknarnefndin telur einnig að stýrivextir hafi verið of lágir í upphafi sveiflunnar. Seðlabankinn fór sér engu óðslega við vaxtahækkanir árið 2005 og 2006. Við ákvarðanir umfang þeirra virðist bankinn sífellt hafa reiknað með því að framfæru aðhaldsaðgerðir af hálfu hins opinbera sem ekki urðu. Samhliða vaxtahækkunum jókst lausafjárfyrirgreiðsla Seðlabankans við fjármálastofnun verulega þegar kom fram á árið 2008 sérstaklega. Seðlabankinn lánaði gegn veði til bankana
Lán gegn veði til bankana fór úr því að vera 30 milljarðar árið 2005 upp í 500 milljarðar við fall bankana. Enda þótt Seðlabankinn gerði sér grein fyrir veikleikum bankana í upphafi árs 2008 hélt hann áfram að veita þessi lán og þau uxu verulega á því ári. Eins og sjáið á myndinni þá eru veðlán Seðlabankans sýnd þarna og stabbinn undir eru þau skuldabréf sem þau tóku í bönkunum sem veð fyrir þessum lánum og námu þau samtals 300 milljörðum króna við fall bankana. Veð í skuldabréfum Kaupþings, svarti hlutinn, skuldabréfum Glitnis, rauði hlutinn og skuldabréfum Landsbankans. Innlán erlendis. Erlend innlán íslensku bankana jukust verulega frá lokum árs 2006 og var það meðal annars svar bankan við þeirri gagnrýni sem fram hafði komið í upphafi þess árs eiginhama fjármögnun bankana á erlendum skuldabréfamörkuðum. Frá lokum þriðja ársfjórðungs 2006 til miðs árs 2007, á sirka 9 mánuðum, jukust innlán Landsbankans í erlendum útibúum hans í London og Hollandi 9 milljarða evra. Mestu hluti þessar vaxtar var í útibúi Landsbankans í Bretlandi, en það má sjá á grænu stöpplunum í myndinni. Á þessum tímabili þá fóru þessi peningar, eða þessi innlán fóru í verulegan útlánavöxt hjá Landsbankanum, eða 5 milljarðar evra. Aukningin var mest hjá eignarhaldsfélögum og erlendum aðilum. Og vil ég þá benda á að erlendir aðilar eru aðilar með erlenda kennitölu, en ekki þar með sagt ótengdir Íslandi. Gætu allt eins verið félög í Lúxemborgi eigu íslenskra aðila. Einnig minnkaði Landsbanki útgáfu skuldabréfa verulega á þessu tímabili. Samdráttur í útistandandi skuldabréfum nam það bil 1,5 milljörðum evra, en þið sjáið að meginhlutinn fór í útlánavöxt. Á hinn bóginn frá miðju ári 2007 og fram að falli bankana, síðustu 12 mánuðina, þá var útflæði heildsöluinnlána úr útibúum Landsbankans í Bretlandi og Hollandi meira en sem nam innstreyminu smásöluinnlána á Icesave-reikninga bankans. Þannig að síðustu 12 mánuði þá var ekkert nettó innstreymi frá þessum útibúum, heldur þvert á móti rétt tæplega milljarður evra útstreymi. Hinir bankarnir fóru líka í að safna innlánum erlendis. Á síðasta ársfjórðungi 2007 var Kaupþing með Edge-reikningana sína, hleypti þeim á stokkunum. Þetta var aðalega gert þó í dótturfélögum, sem skipti meginmáli fyrir okkur núna. Edge-reikningarnir uxu hratt, eða 5,4 milljarða evra á árinu 2008. Glitnir var meðal annars með smásöluinnlán í dótturfélaginu sínu í Noregi og heildsöluinnlán í útibúi í London, sem voru nokkuð há. Þau urðu mest 5 milljarðar evra í lok nóvember 2007. Það voru hinn bóginn heildsöluinnlán í London sem ollu Glitni vandræðum á árinu 2008, en það runnu út 1,2 milljarðar evra frá ársbyrjun fram að falli bankans. Erlend innlán bankana þriggja voru orðin 8-faldur gjaldeyrisforði Seðlabankans Íslands í lok árs 2007. Því var alveg ljóst á þessum tímapunkti að annaðhvort þyrfti að stækka gjaldeyrisforðann verulega eða draga úr tengslum bankana við landið. Að öðrum kosti væri líkurnar á áhlaupi á íslensku bankana verulegar, þar sem Seðlabankinn var einfaldlega ekki trúverðulegu bakhjarl þeirra. Ofan á þetta bættist að tryggingarsjóður innistæðueiganda og fjárfesta hefði við mjög litlum fjármunum að ráða í samanburði við þau innlán sem honum var ætlað að tryggja. Þegar líða fyrir á lausafjárkrísuna sjáum við ákveðna hegðun, ákveðna hluti gerast. Íslensk fyrirtæki höfðu auk lántöku á Íslandi komist í fjármuni erlendis hjá erlendum bönkum. Mörg þessara lána voru veitt gegn veði í innlendum hlutabréfum og mikið í innlendum hlutabréfum bankana.
Með lækkandi hlutabréfaverði versnaði tryggingastaða erlendu lánanna hjá íslensku fjárfestingafélögunum. Erlendu lánveitendurnir kölluðu eftir auknum tryggingum þá. Glitnir, Kaupþing og Landsbanki brugðust við með því að taka við fjármögnuninni þannig að greidd yrðu upp lán við erlendu bankana. Þannig lánuðu íslensku bankarnir mjög mikla fjármuni á sama tíma og verulegur lausafjárskortur hrjáði þá. Við spyrjum okkur að sjálfsögðu hverjar geta verið ástæður þessa. Og númer 1 afkoma bankana var of háð viðkomandi fyrirtæki. Þannig eina leiðin var að lána fyrir þessu, ella félli bankinn með. Þessi fjárfestingafélög höfðu einnig óeðlilega greiðan aðgang að lánsfé í bönkunum í krafti eignarhluta sinna og áhrifa þar. Aftur koma eigendur við sögur þar. Ekki síður, og þetta ekki nefnt í röð eftir því sem við teljum sér réttast að þessum ástæðum, að þessi lán voru á stórum hluta til að fjármagna kaup í hlutabréfum í bönkunum sjálfum. Og voru því liður í að viðhalda verði hlutabréfanna uppi. Einnig sjáum við nokkuð í því að þetta gæti hafa verið gert til að koma í veg fyrir neikvæða umfjöllun, eins og sú umfjöllun sem varð í byrjun janúar árið 2008 þegar fjárfestingafélagið Gnúpur féll. Þið hafið heyrt þessi lán, lánin í Svartháf og beint í Milestone. Einnig lán til Kjalars gegn Meglu Invest. Það var fyrir láni frá Morgan Stanley og samtals á lána 400 milljónir evra í það. Einnig lánaði Landsbankinn til Björgúls Thors peninga á síðustu metrunum, síðustu dögunum til að koma í veg fyrir að Deutsche Bank tæki alltaf í sig. Í skýrslunni tökum við á náttúrulega mikið fleiri efnisliðum og ég hef náttúrulega engan veginn náð að segja ykkur frá þessu á tæmandi hátt. Við tökum einstök dæmi og nefnum dæmi hvað var í ganginn í bönkunum. Ég vil nefna nokkra þætti viðbót. Það sérstakur kafli einkavæðingu og eignarhald bankanna. Sérstaklega einkavæðinguna, kafli 6. Það sérstakur kafli þar sem farið yfir launakerfi og launastrúktúr bankanna, kafli 10. Við förum vel yfir íslenska hlutabréfamarkaðinn, þó áherslunar séu reyndar þröngar, út af við kíkjum fyrst og fremst á hlutabréfamarkaðinn út af frá hlutabréfunum í bönkunum sjálfum. Og í því tilfelli þá telur rannsóknarnefndin að bankarnir hafi allir reynt að kalla fram óeðlilega eftirspurn með hlutabréfum í sjálfum sér og nota til þess bæði það svigrúm sem hægt var að skapa með viðskiptum deildar eigin viðskipta og lánveitingar í framhaldinu til einstaklingar og fyrirtækja til að kaupa eigin hlutabréf. Það heill kafli peningamarkaðssjóðina líka. Eins og áður kemur fram þá fjárfestu peningamarkaðssjóðirnir mikið í verðbréfum eigenda bankana sem voru móðurfélög þeirra. Einnig voru innlán ef ykkur voru hjá móðurfélögum. Almennt teljum við að peningamarkaðssjóðunum hafi skort sjálfstæði gagnvart móðurfélagi sínu, verulegur skortur þar á og erum með dæmi slíkt í skýrslunni. Við ræðum einnig veðlán við Seðlabanka Evrópu. Undir lokin þá voru bankarnir með marga milljarða evra í lán frá Seðlabanka Evrópu. Í ljósi ríkjandi markaðsástanda allt frá hausti 2007 var bönkunum verulega erfitt vik að vinda ofan áhættunni sem hafði myndast í kerfinu. Stór hluti þess vanda sem bankarnir reyndu að bregðast við í aðdraganda falls þeirra var vegna áhættu sem þegar var til staðar innan kerfisins þegar lausafjárþurrðin skall á. Bankarnir tóku þó áhættu í rekstri sínum þegar betur áræði. Og við viljum benda á það að áhætta myndast þegar hún tekin en ekki þegar hlutabréfaverð eða gengi krónunar fyrir að lækka. Aukin útlán til eigenda, yfirtaka á erlendri fjármögnun, tap vegna kaupa og sölu á eigin hlutabréfum og sambærileg háttsemi bankana í því umfangi sem lýst í skýrslunni verður þó vart talist til réttmætra viðbragða
við slíkum vanda eða í samræmi við heilbrigða og eðlilega viðskiptahætti. Við fall bankanna varð óhjákvæmilega mikil verðfall á eignum þeirra. Það hins vegar niðurstaða rannsóknarnefndar Alþingis að gæði útlánasafns bankanna hafi verið byrjuð að rýrna að minnstakosti 12 mánuðum fyrir fall þeirra og hafi gert það allt fram að fallinu, þótt ekki sæist þess stað í reikningsskilum bankanna. Þær rannsóknir sem nefndin hefur gert á fjármálafyrirtækjanna bendir eindregið til þess að virði útlána og skuldbindinga sem þeim tengdust hafi verið ofmetin í reikningsskilum fyrirtækjanna í árslok 2007 og einnig við hálfsársuppgjör 2008. Í úrtaki sem rannsóknarnefndin tók að lánveitingum til viðskiptavina bankanna frá upphafi árs 2007 og fram að falli var þriðjungur allra veittra lána í formi framlenginga áður tekinna lána, eða tæpir 1000 milljarðar króna. 54% úr þessu úrtaki einnig voru lán veitt með veðum í hlutabréfum og 19% voru lán án trygginga. Einnig var mikið að lán væri veitt í erlendum myntum til fyrirtækja og einstaklinga sem ekki höfðu tekjuflæði í viðkomandi mynt og virðist það ekki hafa skipt miklu máli. Það var jafnvel lánað til eignarhaldsfélaga sem höfðu engar aðrar eignir en innlend hlutabréf og lánin voru veitt í erlendum myntum. Eignir stóru bankanna þriggja voru endurmetnar í nóvember 2008. Fyrir þetta endurmat voru eignar metnar á tæpa 12.000 milljarða króna. Eftir endurmat 4.500 milljarðar króna. Lækkunin var 7.400 milljarðar króna, eða rúmlega 60%. Niðurfærslan samkvæmt uppgjöri í lok júní árið 2008 voru 67 milljarðar króna, eða 0,7% af heildareignum fyrirtækjanna á þeim tíma. Ég vil nefna til samanburðar að þjóðarframleiðsla Íslands fyrir árið 2008 var rétt tæpir 15.000 milljarðar króna. Því svara niðurfærslan eigna fjármálafyrirtækjanna til þjóðarframleiðslu Íslands í 5 ár